Óskar, 1-0 sigur hérna í Laugardalnum á móti Þrótti í þessum leik, bara fyrstu viðbrögð eftir leikinn. Já, bara kampakátur að vinna leikinn. Mjög ánægður með varnarleikur liðsins, alltaf bara frábær, hefur verið allt sumar. Sýndu það í dag hérna að við erum eitt besta varnarlið deildarinnar að mínum mati og gerðum vel, okkar varnarfærslu vel og undirbúningur var góður fyrir leikinn og þetta var djús barningur, fætt út allan völl og kannski ekki alltaf skemmtilegasti fótbolti sem spilaði inn á milli en svona heilt yfir þá fannst mér alveg að skilja með hvernig leikurinn spilaðist. Það var svona, leiðilegt úr stúkunni, gæða lítið fram á við, getur þú tekið undir það? Ég get gert það klárlega. Við fáum ekki nægilega mörg afgerandi færi en það væri frekja mér að vera biðjum það þeir eru að spila með því á Kóli og Þrótti útivelli. Við þurfum klárlega að vinna í okkar sóknarleik, það er klárt mál. Við þurfum að komast aðeins í meira afgerandi stöður en þú veist, við erum samt einhvern veginn að koma okkur í stöðunar. Við erum að ná fyrsta og öðrum fasa vel, við þurfum að vinna í þriðja fasanum og það er bara eitthvað sem við þurfum að vinna í og gerum það vonandi bara vel á næstu dögum. Hvernig metur þess að byrjun á mótinu hjá þínu liði? Þetta eru 8 stig núna í 6 leikjum, það er nú kannski minna en við hefðum vonast eftir? Já, klárlega, það er minna en við vonast eftir. En við erum bara að horfa svolítið á frammistöðunar okkar og frammistöðar hafa verið góðar. Mér finnst við erum að vaxa, stígandi í þessu erum við að gera og meðan það er staðan þá get ég verið ánægður. Stigasöfnunin, hún er ekki nægilega góð, ég er sammála því, en samt ekki, við erum ekki missum mikið svefni því að við sem ekki búin að ná í fleiri stig. Það er bara ná eftir á mótinu. Við reynum bara að fara í hvern einasta leik til að vinna, rétt eins og við gerum í dag og ætlum að gera aftur á laugardaginn og svo bara það koma í ljós. 8 stig eftir 6 leiki, bara ekki nógu gott örugglega en bara reynum alltaf áfram. Ég sá Jönu Sól í stúkunni, hvernig er svona staðan á hópnum? Er hún frá vegna meiðsla? Já, Jana er frá, hún fékk högg á móti Þór, ef ég man rétt á Akureyri, hún er búin að fá svona tíma núna, það er vond, góður sóknarmaður. Mörr verður eitthvað meira frá, eitthvað lengur og mikið frá, þannig að hún er ekkert annars stund að koma inn. Vonandi fá Jönnun sér fyrst, við varum til að endurheimta hana. Annars er staðan á hópnum bara nokkuð góð. Tinna og Rósa eru með í 16 landsliðinu. Fáum við Önnu inn og Höldu núna inn í þennan leik, þannig að það er jákvæmt. Þannig að staðan á hópnum er alveg góð fyrir utan Jönnu og Mörr. Og það er það sem skiptir máli í sér að hafa stóran og góðan hóp. Þannig að við erum mjög heppnar með það að við erum með heldur betur valið mann í hverju rúmi og gott betur það. Þannig að þegar við fórum að skipta í dag þá veiktist ekkert hjá okkur. Það var gott. Næstu leikur eru Eyjakonur, þær hafa nú aldeilis komið fljúgandi inn í þetta mót. Hvernig leggst sá leikur í þig? Bara geggjað, bara hlakka til að fá snillinginnan Jón Óla heimsum. Hann hlakka til að fá mér kaffi í vikuna að fara yfir með Gylfa Tryggvasyni hvernig var að mæta honum hliðinu. Ég held að það verður bara gaman, þú veist, þær eru hörku góðar. Hafa sýnt það bara í byrjun tímabils að þær eru klárlega heim í efstu deild. Eru sýnt held ég að 2. 3. sæti með fullt af stigum, þannig að það verður erfiður leikur en jáfnframt vonandi bara mjög skemmtilegt.